daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara í róður og förum ekki langt í dag, þess að hvasst úti og erum við sjóauk. Ef bátunum fyrir að rugga of mikið þá förum við, það viljum við helst ekki ef við þurfum að sleppa við það. En stundum sleppum við bara ekkert alltaf, eða ekki? Stundum verðum við bara að gjöra og svo að glíma við það sem er framöndan og við gerum það með stæl eða ekki. En það sem við erum að gera hér er að byggja upp það í Jesú nafni, það sem að þarf til að standast áhlaupið sem hvað gert er á lífið. Er gert áhlaup á lífið? Heldur betur. Þú ert að glíma við það alla daga, öllum stundum, þetta áhlaup á lífið, af hverju? Af því að eitt skeði, og það heitir synd, það óð inn í heiminn, flæddi yfir heiminn og er ennþá í heiminum sem fúlt vatn. Og við erum að svamla í þessu, af því að Drottinn nær ekki að frelsa alla frá synd og sauruleika syndarinnar. Og þess vegna erum við að fá áhlaup á lífið af þessum völdum og erum við að fá áhlaup á trúalífið okkar af sömu völdum. Af hverju? Það liggur alveg fyrir, ef þú skoðar það mál, að það sem að Drottinn hefur gert, það gerði hann vegna þess að hann vill vernda þetta líf. Og hann verndar það, svo sannarlega verndar hann þetta. Líf okkar, ekki spurningu það. En árásin kemur, og veistu hvað? Hún lendir á lifandi uppreisnum Jesú. Þannig að þú veist kannski að einhverju leyti að þessum árásum, en þú færð bara svona skvettun af henni. Hann tók á sig skaflinn. Og þetta sem við erum að tala um núna er ekki sýnilegur gerningur, heldur ósýnilegur, en hann er jafnur raunverulegur í raun og veru og þetta sýnilega. Trúin hefur sýnt mér það, trúin hefur sannað það fyrir mér, trúin hefur staðfesta aftur og aftur að það er líka til ósýnilegur veruleiki berum augum manna. Þetta er allt þarna í kringum okkur. Og þar eru heimkynni þessa illa afls sem við köllum líka synd. Og eins og vorum að tala um áðan, þá vill hún flæða og hefur flætt yfir allan heiminn. Af einni ástæðu, maðurinn á sínu tíma gaf leyfi til þess. Við sjáum þessa mynd á ákveðin hátt regna upp í Gamla testamentinu þegar að Ísraelsmenn einir þjóða höfðu bara Guð til að fara eftir, fylgja og láta leiða. Allar aðrar þjóðir í kring bjuggu þann kost eða ókost eða hvað sem við viljum segja að það voru konungar yfir þeim. Sem sagt, ekki frekar en í dag sáu þeir Guð berum augum og þeir fengu tilskipanir í þann tíð frá spámunum sem fluttu þjóðinni skilaboð frá hæðum og það átti að nægja. En þeir sáu aldrei þennan Guð, þannig séð, en þeir gátu vel séð konunginn. Kannski höfðu þeir séð fullt af þessum konungum í kringu sig, í löndunum í kringu sig, ég veit ekkert um það. En ég reikna með því að einhverjir af þeim allavega hafi séð Egyptalands konung, því að þeir voru þar þrælkaðir í 400 ár. En þó maður veit ekkert um það hversu víðförull hann var, en ábyggilega einhverjir af þeim hafa nú séð hann með eigin augum, þannig þeir gátu það. En Guð er annað. Hann er andi og þú sérð Guð, svona óbeint, ekki nema að fá það í þig sem þú þarft, og hvað þarftu? Heilagan anda.
þú sér Guð óbeint, þú veist að hann er þarna, en þú getur ekki lýst honum. Þú er ekki séð hann með þeim hætti og þú getur lýst honum. En það er það algjört auka atriði. Og þess vegna fyrstu trú, þú trúir með öðrum orðum á hann, þú trúir því sem þú sérð ekki eins og orð Guð segir. En Ísraelsmenn sem sagt þeir voru nú aldeilis ekki hrifnir af þessu að hafa engan konung yfir sér eins og allar hinnar þjóðirnar. Og takið eftir því, Drottinn ætlaði aldrei neinum konungi að rísa upp í Ísrael. Hann ætlaði bara að vera það sjálfur og hafði árþúsundina Guð má vita hvað lengi, þá var kerfið bara svona. Er það ekki tími svo kallara dómara? Þetta voru ekki dómarar eins og við þekkjum í dag. Þetta voru annars konar dómarar, þetta voru valdsmenn, þetta voru guðsmenn, leiddir að Guði. Náðin var yfir þessum mönnum og náðin var því yfir landinu og þjóðinni og þeir, sem sagt, þetta fólkið, það ræður svo miklu fólkið. Við sjáum þetta svo víða í Biblíunum hvað fólkið ræður miklu. Og þeir fara fram á þá við lifandi Guð að fá bara eins og hinna þjóðirnar konung sem setur þeim fyrir og þeir fara eftir því. Og Drottinn tekur á orðinu, þeir biðja hann að koma með einhverjar nokkrar uppskrifaðar reglur fyrir þá að fara eftir og þeir gera það. Og hann gerir það. Við vitum að Mósi kom með að fjallinu tvær steintöflur og flest okkar vitum líka hvað í þeim stóð, á þeim stóð. Það eru sem sagt boðorðin 10. Og þeir kannski lásu þetta og þetta er nú ekki mikið mál að fara eftir þessu, blessaða verð, þetta er miklu betra svona maður. Og þetta byrjar. En ákvæðið í þeim voru með þeim hætti uppbyggð að það var ekki hægt að fara eftir þessu. Því að ef þú braust eitt af því, þá varstu búin að brjóta þau öll og þar með varstu í raun og veru búin að dæma þau úr leik. Það var ekki hægt að fara eftir þeim og ég hygg að þetta hafi verið algjörlega sett fram að vilja Guðs og það var það auðvitað. Og hvað var hann að kenna okkur með þessu? Hann ætlaði alltaf að setja annan inn. Við veitum að það er Jesús sem hafði gert allt sem þurfti og eftirleiðis var mér nóg að trúa á hann. Ég held þú veitir hvernig ég er að tala. Ég er að tala um Jesús. Og hann sem sagt fyrir mig 2000 árum seinna er það ennþá nóg, hefur alla tíð verið frá því að þetta byrjaði. Ég trúi á þetta nafn. Ég er því hólpinn. Ég þarf engar 10 uppskrifaðar reglur og steintöflum til að fara eftir. Ég trúi á Jesú. Þar með er ég kvittur og klár andspænis augum lifandi Guðs. Þetta er boðskapur sem hefur gengið í gegnum allar kynslóðirnar síðan þetta byrjaði. Það byrjaði árið hvenær þetta kirkjan sem stofnuð, hvenær var heilagur andi gefinn. Einhverjum áratugum eftir upprisuna, ekkert mjög mörgum, einhverjum áratugum seinna líklega. Og frá þeim tíma hefur þessi boðskapur gengið í gegnum kynslóðirnar. Sami boðskapur og hér er framsettur. Við tölum ennum boðorðin, fallegu og allt það, frábær boðorðin. Mikil speki er þessi boðorð. En fyrir mig, breskan mann, óframkvæmanleg. Því að ef ég braut eitt, var ég búin að brjóta þau öll og ég sé ekki annað en að þar með hafi ég bara sett mig bara út sjálfur. Þannig að það er alveg ljóst að mennirnir sem að báðan nokkar uppskrifaðar reglur, þeir nennti ekki vera að hlusta á þess að spámenn alltaf og að láta hann alltaf vera að tala við sig, voru skítrættir við hann, Guð. Hann er verið lætur þetta eftir þeim og gerir þetta með þessum hætti.
Og ég segi það bara þannig, að þetta hafi í raun og veru ekkert verið neitt sérstaklega góður tími fyrir ísraelska þjóð. Boðorðið buðu að við vissar kringumstæður mætti grýta fólk. En það menn máttu bara ekkert grýta fólk á handahói, það var náttúrulega að skera úr það hvort brot hafi verið eða ekki, og ef að menn voru sannir á sök, þá voru þið bara grýttir. Hvað skildu margir hafa verið grýttir á þessum tíma? Og við vitum hvað grýting var. Hún var bara dauðadómur yfir manneskjunu. Manneskju var grýtt þangað til allt líf var fjarað úr henni. Þetta hafi verið skemmtilegt. Og hverjir tóku þátt í þessu? Fólkið. Við fáum mynd af þessu með Hórsöku konuna sem að einhverjir spekingar komu með til Krist og allir svona fá álit hans á þessu. Þeir voru allir með grjót í höndunum. Til hvers? Til að grýta þessa konu. Hún var staðin að verki. Samkvæmt lögmálunni þá átti að grýta hana. Þetta voru fyrirmæli frá lifandi Guði. En Drottinn náttúrulega algjörlega stútar öllu þessu hjá þeim, með því að segja, þetta er smá umhugsun, því að það má alveg segja það að hann hafi svona verið í hálfgerðu vandræði með þetta að fá þessa spurningu á sig og hann hafi alveg, þess vegna þurft að hugsa sig hans Það er alveg eðlilegt. Því að þetta var svo greift í þjóðina með þetta atriði. Hann náttúrulega snýr alveg svakalega flott upp á þetta. Hann segir, sá yður sem syndlaus kasti fyrstur steini á hana. Sá yður sem syndlaus kasti fyrstur steini á hana. Við sjáum í þessum orðum líka að hann aldeilis ekkert að banna þeim að gera þetta. Hefði hann bannað þeim að gera þetta, þá væri hann beinlínis að taka fram í fyrir lögmálinu. Og hann var ekki kominn hingað til þess að taka fram í fyrir lögmálinu. Hann kom hérna til þess að uppfylla það og þeir sem trú á Krist geta lagt lögmáli til hliðar en það er ennþá virt. Ef þú vilt vera undir lögmáli, þá er það þarna. En Kristur sem sagt kominn til þess að koma inn með þessa náð sem að Drottinn Guð var alltaf með inn í myndinni eins og ég sé þetta. Þess vegna áttu aldrei að koma einhverju konungar upp, misvitri konungar, en þjóðin vildi þetta vegna þess að þeir vildu vera eins og hinar þjóðirnar í kring. Það er algjörlega á skjön við það sem við lesum í orði Guðs. Drottinn talar aðskilnað, að sitt fólk skuli aðskiljast hinum. En við viljum bara vera eins og allir hinir. Hann með sitt ríki hér og hann segir við mig, og ég staðfesti það að þetta virkar, að í sínu ríki hafi allt til alls fyrir mig. Þetta gilti líka fyrir þá. Og þeir fengu nú heldur betur sönnun á þessu þegar að þeir fóru út í eyðimerkina eftir 400 ára þrældóm hjá Egyptum og voru rálandi þar undan barsmíðinu og harðræðinu, svo faraður út í eyðimerkina, þá voru rálandi það þeir hefði ekki neitt. Þetta er bara ég og þú. Við skulum ekki dæma þetta fólk neitt. Þetta er bara ég og þú. En hvað gerist? Á hverri nóttu rigndi yfir svokölluðum manna sem var bara, ég veit ekki hvað það var svo sem, en í þessum manna, þetta voru ykkur plötur, svona litlar þunnar plötur, voru öll næringar efni sem að líkaminn þurfti. Og þeir bjuggu til úr þessu einhverja kökur eða grauta eða hvað þetta var sem þeir gerðu, ég veit ekki hvernig þeir gerðu, þeir átu þetta.
Og það alveg hægt að skilja það að mannagreyin hafi verið orðið kannski svo litið þreyttir á þessum endalausa manna. Við vitum alveg hvernig það þegar að við borðum alltaf sama mat. Við reynda þekkjum það ekki, það svo fjölbreytt fæðan hérna. En við getum alveg sett okkur inn í þetta að þeir hljóta hafa verið alveg orðnir svakalega leiðir á þessu. Og þeir voru það. Og það kemur alveg svakalegt kvein frá þeim. Og þeir við alveg kvarta svoleiðis við drottinu, hann alveg að fá ekkert nema manna maður. Þeir geta að fá eitthvað annað, geta ekki fengið eitthvað kjöt. Hann hélt það nú. Að hérna hann lét að rigna yfir þá akurhænu, var það ekki akurhæna. Og hann sagði þeir getur borðað það þangað til að það færi að flæða út eyrun á þeim. Og þeir gerðu það, fengu ógið og kjöti. Sjáuð bara þessu. Þannig drottinn skaffar og hann heyrir það sem við erum að segja. Að hlýða Guði rosaleg viska inn í allt þetta mál. Að hlýða Guði gefur manni svo óteljandi margt af því sem við viljum. Hvað viljum við? Þolinmæði til dæmis. Ég þekki enga mannesku sem vill ekki þolinmæði. Og ég þekki að það nokkra sem hafa kvartað undan því hvað þar væru óþolinmóðar manneskjur. En það ekki rétt hjá mér. Ég þarf ofta að slást við þetta. Og ennþá óþolinmóð manneskja, en ég get líka sagt mér þetta hrós að mikið hefur áunnist þar. Og ég eins og allir þessir menn, og við vorum að tala þarna, þeir voru kvartandi og skælandi yfir meðferðin á sér, maður oft á þessum stað. Og líka eftir að maður komst til trúar. Þannig við sjáum að þetta fólk var bara eins og ég og þú. Og ef þú heldur þú þurfir ekki að glíma við þína trú, þá ertu algjörlega viltur í þessu. Því að þú munt þurfa það aftur og aftur. En svo komumst við niður á staðinn þar sem við erum svona í betra jafnvægi. Og við vöknum upp við það að við höfum allt til alls. Ég hef oft staðið sjálfa mig að því að viðurkenna þetta bara beint. Já, til Guðs. Þetta bara veruleiki minn í dag. Ég hef allt til alls og ég raun og veru, já, hvað vantar mig í viðbót, ég veit það ekki. Ég hef stundu talað það, ég þyrfti að fara að endurnýja bílinn, en hann ennþá nothæfur. Þannig ég þarf í raun ekkert að endurnýja strax, en ég segi það núna, þegar að því kemur, þá gerist eitthvað. Þetta svo Guð sem ég þekki. Þannig að markmiðið fyrir trúaðan mann eða trúaða konu að sjá Guð sem þetta. Guð sem skaffa mér það sem ég þarf. Ég vill kannski eitthvað allt annað. Við sjáum líka mynd af þessu því að þeir vildu eitthvað allt annað en Guð var með. Þeir sögðu, við viljum konung. Við viljum ekki fara eftir þessum spámönnum sem alltaf eitthvað að gemma þarna út í loftið. Við viljum bara fá uppskrifaða reglur. Við setjum þetta upp á vegg hjá okkur og ekkert mál. Hann gaf þeim þetta. En það var sko heldur betur mál að fara eftir þessu. Fullkomna reglur, handa ófullkomnu fólki, láttu það ganga upp. Þú getur það ekki. Og þeir gátu það ekki heldur. En þetta allt þarna ennþá. Það sem við þurfum náð og miskunn drottins. Fyrirgefning hans vísa og við höfum hana í Jesú. Jesú kom á settum tíma. Ég hygg að dagsetningin með Jesús hafi verið komin, þetta nú bara pæling mín, hafi verið komin við skilningstréð góðs og ills þegar þessi voðalegi atburður gerðist að fyrstu mennirnir, fyrstu manneskjurnar tvær, tóku við syndinni. Þá hafi hitt planið verið til.
En það líða þarna 1000 ára þannig til komið í framkvæmd og það er tíma er allt annað hjá Guði heldur nokkuð tíma mér. Sem er alveg eðlilegt því að ég lifi nú ekkit eilífð, ekki í þessum líkama, og ég lifi í eilífð með Guði, en það verður ekki þessum líkama. Þannig við höfum allar þessar myndir og akkur er verið að tala svona. Það er verið að benda á mikilvægi þess að vera vel að sér í orði Guðs. Við verðum að benda á sjálf okkur hvað þetta varðar. Og þá líka, við náttúrulega heyrum margt og hlustum á marga ræðurnar og maður hvetur auðvitað menn til að gera það, þá heyrum við strax, býtu, hvernig er verið að tala? Þetta er allt í lagi með þetta, segjum við. Getur vel verið á einhverju stað, myndum við orða sumt öðruvísi, það er allt annað mál. Við segjum þetta og stöndum við þetta að við vitum hvað við erum að tala um. Við höfum þekkinguna, við höfum lesið orðið og Drottinn hefur opinberað okkur alveg helling af þessu. Af hverju? Að því hann sér hreint hjarta þitt. Hann sér að hann getur opinberað þér þetta og þú munt flytja það rétt. Það skiptir engu máli með en elskaði vinur hvað ykkur segir. Þess vegna þurfum við að standa með sjálfum okkur og vera vissir á hvaða stað við erum í þessu. Og við getum orðið það. Við getum orðið það. Aftur hvetja menn sömu hvatningu að standa með sjálfum sér í trúnni og vita umfram allt hvar þeir standa og hvernig geta þeir fengið viss það. Biddu Guð svona í þetta skiptið og athuga hvað hann gerir. Svo gæti farið, hann bara hreinlega gæfi þér þessa fullviss það hvar þú ert. Og ég biði þetta Guð það að niðurstaðan verði þér bara hagfelld, en verði ekki ykkur svo blauð tuska í andlitið. Þetta er það sem Drottinn vill. Hann vill að við vitum hvar við erum. Og ég hef oft vitnað það. Þegar að ég allt í einu uppgötaði það og hefði svo sem átt að geta sagt mér það sjálfur, hvar ég stóð í Guði. Ég man allt eftir þessu, hvað þetta einhvern veginn, þetta var svo stór opinberun fyrir mig og hún var bara fyrir mig. Hún lífgaði mig við og setti mig á ákveðin stað í Jesú nafni. Og af þessum stað hef ég aldrei vikið, aldrei farið af. Ég hef alltaf vitað síðan þetta upp á punkt og prik hvar ég stend. Það hefur verið mér alveg rosalegur styrkur og ég veit að sama gildir þig ef þú ert með þessa vissu. Ég hef nú heyrt ágæta menn, systkini mín segja, ég veit nú ekki hvort ég er frelsaður. Það er náttúrulega vegna þess að þessir menn og þessar konur eru þú alltaf að stökkva frá. Það er aftur á móti, þetta fólk er frelsað, það er ekki spurning það, en veikleikinn þeirra, komið aftur á honum, er afleið sem er í því að bara að draga þetta fólk frá. Við sjáum þetta líka í orði Guðs. Þegar Faró var sigraður með þvílíkum táknum og undrum frá Guði, farsóttirnar og faraldrirnir og pláurnar og allt þetta gerðist allt saman fyrir augunum á allri ísraelsku þjóðinni. Og ekkert af þessu snart þá sjálfa. Ég veit ekkert hvaða áhrif þetta hefur haft á þá, ég er sjálft verið alveg uppveðrar og flogið bara á skýjum yfir því að Guð var þarna. Svo fara þeir út. Og það er nú aldeilis ekki gaman að vera þar. Og það er endalausar bara kvartanir og kvinnstafur og mósekreið með alla þessa byrðar á sér og voru vælandi í honum allan daginn. Þú rættu þá Mósi leiddi þetta fólk einn með þetta Guð sjálf. Þú getur rétt ímyndaðir nöldrið á kallgreiinu.
Og hann sessat fer með þessa beiðni, Guð kallar hann til samfundar við sig, vegna þess að fólki var að biðja þetta. Og kemur niður með 2 steintöflur, með boðorðunum 10. Hann varð víst að fara aftur upp vegna þess að þetta sannlega verið skapmaður mikill, hann Móse og kannski átt erfitt með skapið í sér. Jú, ég hugsa nú svona betur að hann hafi átt erfitt dálítið með skapið í sér. Nema hvað, hann kemur niður af fjallinu alveg í skýjónum, bara ljómaði af hann, hann var svo ljósapera. Og hvað sér hann? Þetta fráfallið fólk. Hvernig gat hann vita það? Þeir voru búin að byggja sér gullkálf, væni minn. Gullkálfur á þessum árum var bara guð, gerður af mönnum, sem að þeir ætluðu að láta leiða sig. Svona var þetta nú þá. Það voru alls konar styttur og stoðir, kannski ekki á Ísraelsmönnum með þjóðunum í kring, sem voru guðir. Og menn höfðu atvinnu af þess að búa þessa guði til og þetta var bara iðn hjá sumum, bara þeirra framfærsla og lifi brauð. Við sjáum þetta á einu stað í Nýja testamentinu, þegar konan eltir Pál og Sílas og einhverja fleiri góða menn og kallar og eftir þeim stöðut að þetta eru Guðs menn sem skulle hlýða á þá, og Páll á endanum var hann þreyttur á þessu, hann sneri sér að konunni og skipaði þessum anda sem var í henni út í Jesú nafni. Og þessi kona var að spá fyrir eigendur sína, þetta var þræll, og þeir voru að hafa ábata af þessum spátum hennar. Og það var náttúrulega eftir þetta þá kom engi spádómur og þeir mistu náttúrulega spón úr aski sínum. Og voru nú ekki aldeilis hrifnir af því og var ekki gerður aðsúgur að þessum ágætu mönnum í eitt af mörgum skiptum. Og á öðrum stað segir líka þá var hann að boða einhverja svona þessa hjáku, þetta væri bara plat, þetta væri ekkert gagn í þessu. Og þá koma þessir menn sem voru að smíða guði, einhverja litla styttur. Þeir sögðu nú bara beinlega, þetta stefnir atvinnu okkar í hættu. Við verðum að stoppa þetta. Ég veit man ekki hvort þeim tókst að stoppa þetta, minni það nú ekki reynda. En allavega við sjáum þessa hugsun, hvernig hún er. Og það eimir ennþá af þessari hugsun þegar að Ísraelsmenn fara út í eyðimörkina. Þegar Móse var búinn að vera allan tíman hjá Guði og sumir að töldu nú bara að hann væri farinn og maður gera eitthvað, maður kalli kemur ekki aftur. Þá var lendingin, sama gamla lendingin, við skulum bara smíða okkur Guð, þetta er ekkert mál, og þeir gerðu það. Og þessi kálfur, mikill og kálfur allt saman það líklega, ég veit ekki, ég hugsa hann að vera stór. Þeir gerðu þennan kálf. Hann var minn Guð sögður. Og Móse kemur niður af fjallinu með steintöflurnar. Þegar hefur beðið kannski vikunum lengur, þá hefði ekkert af þessu gerst. Þá hefði verið komið niður með steintöflurnar og þeir geta séð þetta bara með augunum sínum. En það var nú aldrei ekki alveg þannig. Hann sér og trillist, hendir niður steintöflunum og brýtur þær. Kannski ætlaði hann ekki að brjóta þær, en þær brotna þegar hann hendi þeim niður. Og hann bara skipa liðinu að bara mölva hennan kálf. Lét hann ekki drekka það. Sett hann ekki út í vatnið þeirra. Ég man ekki alveg hvernig það var, jú, var það ekki. En þau þurftu að drekka þetta, þau þurftu að súpa þetta, éta þetta allt saman ofan í sig. En við erum ennþá að gera þetta. Við erum búin að hafa þessar sögur aftur og aftur í Biblíun og lesa og pæla í þeim og velta þeim fyrir okkur, en við erum raun og vera að gera þetta ennþá. Er þetta ekki merkilegt? Í sjálfu sér er þetta auðvitað merkilegt, en þó ekki. Þetta er bara mynd af því minn elskaði vinur, veikleika minn og veikleika þinn. Og líka merki til okkar það, hvað í raun og veru er erfitt að
beygja sig fyrir þessu afli sem heitir Guð og segiði svo í þessu ljósi hvort við þurfum ekki, hvort það sé ekki alveg bráðum nauðsynlegt fyrir mig og þig að ganga veginn, eiga einhverja stund með Guði daglega. Þetta það sem við þurfum að hvetja. Við þurfum að eiga stund með Guði daglega. Við þurfum að vera gerendur orðsins, ekki bara þiggjendur. Ef við bara erum að hlusta, mætum að okkur finnst gott að hlusta á orð Guðs, en erum ekki á þeim stað með okkur sjálf að við köfum svolítið í það prívat, þá er auðvitað gagna í hinu, en gagn sem verður margföld ef þú ferð þessa leið. Því að þá ertu ekki bara þiggjandi og heyrandi, þá ertu orðin gerandi. Það er verk að fara í orðið. Það verður aldrei neitt nema verk. Og hvað er verk? Það er með öðrum orðum vinna. Það er verk. Og Drottinn segir, hann í raun tekur undir þetta, þegar hann segir að það er fullgilt verk að trúa á mig. Þegar við erum að kafa í orðið, er það ekki að trúnni á hann sem við gerum þetta? Ég myndi segja það. Og við þurfum að taka af tíma okkar til að gera þetta. Það er ekki alveg hægt að miða við mig í þessum efnum því að ég hef þann tíma sem ég þarf. Ég veit að margir og flestir af okkur eru vinnandi menn og þeir hafa ekki allan tíma sem þeir kannski vildu hafa í þetta. Ég hef sagt áður og ég stend við það og segi biðið þig Guð að finna fyrir einhver tíma og hann mun gera það. Þannig að hann mun sjá svo að þú eigir þetta samfélag við hann einhvern tíman á deginum. Líklega er best að gera þetta áður maður hefur daginn, því að sumir, flestir náttúrulega vakna svona tímanlega, þá gætu þeir lesið einhverju pínulitla setningu í orði Guðs og gert þetta á hverjum einasta degi. Og farið með einhverja stutta bæn og gert það á hverjum einasta degi. Þannig við erum án afsökunar ef við erum að láta trúna í okkur sljanka. Það er bara alveg á hreinu að við höfum enga afsökun fyrir því. Og inn í þetta þegar trúin fyrir að vaxa, þá koma allir þessi kostir. Eins og hvað? Þessi nægjusemi, þessi stórmerkilega nægjusemi, þessi stórmerkilega þolinmæði sem að þú ert haldin, þú var aðtóð að þolinmæði er áunnið. Þú ert að þjálfaði upp í henni. Og hvernig þjálfaði upp í henni? Þú til að mynda sættir við það að þurfa nú að bíða. Það er þjálfunin. Og Drottinn hvetur okkur inn á þessa braut því hann segir, þér vitið ekki tíman í stundina. Hvað er þetta annað en bein hvatning til mín þolinmæði? En hver oft hefur maður ekki stokkið fram fyrir til að bjarga þessu nú, þetta er alltaf sigl í strand og ég er nú að bjarga þessu. Ég fer að bjarga þessu, kannski kemur eitthvað út úr því, ég veit ekki, og líklega kemur eitthvað út úr því. En kannski þurfti ég að bíða bara í mánuði viðbót, hálfan mánuð. Þá hefði Drottinn komið með sína lausn. Og þetta er einn lærdómurinn að hann gefur ekki, hann leyfir okkur að gera það sem við viljum. En hann hvetur okkur til að þekkja það sem hann hefur. Hann er lifandi, hann er í þér, hann vil starfa í þér. Það er ekki langt í hann. Hver mun fara upp í himinn til að sækja Drottinn, sögðu þeir. Hann svarar því nú heldur betur, hann er bara í þér. Þú þarft ekki að fara neitt. Þannig við sjáum að við erum allavega í þessu. Akkur erum við allavega í þessu? Það liggur alveg fyrir af hverju. Við erum ekki að pæla svo mjög í orði Guðs. Er það ekki bara sannleikurinn? Já, það er sannleikurinn í mínu tilviki og þetta er eina leiðin sem ég hef haft hingað til. Það er bara að gera þetta svona. Mér finnst þetta góð leið, en þetta er leið. Þetta er líka einhvað sem ég þarf að gera.
Og í raun og veru get alveg viðurkenda hér að í raun og veru hef ég alltaf þurft að ýta sjálfum mér þangað. En þetta í dag. Þetta er ekki ennþá orðið þetta vanaverk og kannski er ágætt að láta ýta á sig, en ég þarf að gera það. Af hverju? Af því ég þarf að hafa fyrir þessu. Það er eitt af þessu að viðurkenna það að ég þarf að hafa fyrir þessu. Já, það er gott að hlusta. Ég hvet menn til þess að hlusta og ég elska það að hlusta á góða ræður. Ég bý svo vel að ég hlusta á margar alveg frábærar ræður hjá frábærum kennurum. Það verð ég nú að segja. En ég þarf líka að gera einhvað sjálfur til þess að ég nýti þetta sem ég heyrði betur. Þá er þetta orðið verk fyrir mig. Og þú þarft að gera verk í Jesú nafni fyrir þig. Af hverju? Við erum sitt hvor einstaklingurinn. Við erum sitt hvor persónan. Mér var gefin trú. Og mín trú flytur mig í ríki Guðs. Þú getur ekki komið, ég get ekki gripið í þig og leiðinu og ég er allar að koma með. Það er ekkert það að ræða. Hann gefur þér og það sem hann gaf þér flytur þið heim. Nú sjáum við myndina blessuðum kallinu sem kom í brúðkaupi og var ekki brúðkaupsklæðum. Ég segi að brúðkaupsklæðin sé trúin okkar. Hann greiði kom hann inn, ég veit ekkert af hverju hann kom inn. Hún var bara hent út. Og þannig verður þetta. Trúin mun flytja mig áfram í Jesú nafni. Sá sem ekki á trú, hann verður bara eftir. Þetta er það sem orðið kennir. Er þetta hart? Ég veit ekkert um það hvort þetta er hart. Fyrir mér er þetta ekki hart, nei. En þetta er bara það sem orðið er að segja. Og segir ekki á einu stað að sannleikurinn verður ómál hljóma. Það er ekkert mitt verk að vera neitt að segja neitt nema sannleikan. Og ég hvet þig sömuleiðis til að vera bara í sannleikanum, flytja hann og vera bara stoltur að því að flytja hann. Og ég veit að þú hefur gert það. Láttu engan segja það neitt annað. Þú hefur flutt sannleikan. Vantrúin hefur ekkert inn í þetta mál að segja. En hún má alveg tala. Ef við eigum þá að geta svarað. Og ég veit að margir eru mjög færir um það að svara svona, alls konar. Kannski ert þú besta manneskjan í að svara alls konar. En menn eru auðvitað misjafnir þar. En allir eiga að geta svarað með orði Guðs. En þá verður það líka að vera vel að sér í þessu. Þetta er alltaf sama hvatningin. Legðu á þig vinnuna sem þarf til þess að þú verðir vel að þér. Já, vinnuna. Ég hef lagt á mig vinnuna við að vera vel að mér. Samt eins mér ég ekkert alltaf vera neitt sérstaklega vel að mér, en það skiptir engu máli. En maður er í þessu. Maður tekur þetta alvarlega. Og hér er ég, Guðsmaðurinn ég, segðu þetta með mér, Guðsmaðurinn ég. Að því við elskum lifandi Guð, við elskum Jesú Krist og mest af öllu elskum við þessi verk sem hann vann sem gerði mér kleift að komast til hans. Við viljum engan gullkálf, við viljum engar styttur sem við segjum að séu Guðin okkar. Við vitum betur. Minn Guð er lifandi Guð. Stytta er ekki lifandi og ekki heldur gullkálfur. En þetta voru guðir þessara þjóða í kring. En þetta er ekki minn Guð. Þetta var ekki heldur Guð Ísraels. Hann var lifandi og hann er minn Guð, eða sonur hans er svo sem að hleypi mér alla leið inn. Og fyrir það er ég endalaust þakklátur. Og fyrir það og vegna þess er ég að reyna að fræða mig alltaf meira og meira í þessum fræðum. Og ég ger alltaf sama, ég hvet aðra til sama. Vegna þess að þetta er rétt að fara þessa leið í Jesú nafni. En við ekki að segja þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig
og heldur þessu góða verki drottins áfram.